Já, góða kvöldið áhorfendur sælir og verið velkomin í aðra umferð almenna bikarsins opnu deildarinnar. Í dag er mjög spennandi leikur. Ég ætla að byrja því að kynna mér reyndar. Ég heiti Íló, ég spila fyrir Exi. Með mér að lýsa er hann Strandaglópi. Hann fór brunabjalla í gang svona 10 sekúndum áður en við fórum í loftið, þannig að ég er einn akkurat núna en hann mun líklegast mæta. Í dag er æsispennandi leikur sem við bjóðum upp á fyrir ykkur. Það eru Berserkir Bifrastar á móti útlögum Skagafjarðar. Þetta eru mjög jöfn lið. Ég er gríðarlega spenntur að sjá þau keppa. Þau töpuðu bæði fyrsta leiknum sínum og ég er viss að þau mæti brjáluð til leiks. Ég er mjög spenntur að sjá þetta. Á seinasta sísoni þá enduðu Berserkir í 5. sæti með 19 stig en útlagar í 4. sæti með 19 stig líka. Þannig að hnífjöfn lið fara head to head. Ég get eiginlega ekki beðið eftir þessu. Þannig að við já, ég er bara gríðarlega spenntur. Ef við förum aðeins yfir rosterinn hjá Berserkjum, þá erum við með Gutti XX á tank, Pappan á tank, Logi á DPS, Siltus á DPS, Chaos á support og Stormur á support. Í útlögum er það Ragnar á tank, Karlinn á tank, Gemlingur 96 á DPS, Shark á DPS, Guts á support og Wordinit á support. Mér skilst að minn co-host sé mættur. Ég ætla að bjóða hann velkomin til leiks. Blessaður, Strandaglópi. Já, blessaður. Takk fyrir þetta. Þetta var skemmtilega stað. Brunabjallan fór í gang og það var allt í rugli en maður er mættur og tilbúinn í slaginn. Það er bara út af þetta er sjóð heitur leikur að fara í gang, held ég, sko. Brunabjallan var að fara aftur í gang. Það er svoleiðis. Það eru hringur aðeins. Ígor, þú tekur stjórnuna. Já, ég sé þetta. Þetta er ekkert mál. Þetta er bara skemmtilegt. En það er við erum bara að búa okkur undir að fara inn í fyrsta mapp. Það er leikmennir að gera sig klára. Og fyrsta mapp sem verður spilað í dag er Nepal, sem er control mapp. Það snýst það að stjórna punkti í miðjunni á mappinu. Og Nepal, þetta er svona þannig mapp. Það er hægt að spila mjög mikið af kompum á þessu mappi. Það er hægt að spila Dive með Winston og Divu og Tracer og það er hægt að fara Rush með Reinhardt og Lucio. Það er mikið af möguleikum í þessu. Það verður mjög spennandi að sjá hvað gerist. Ég er allan að búast við mjög jöfnum leik og verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Það eru bara, já, einmitt. En ég allavega, eins og ég segi, mjög spenntur að sjá hvað gerist. Komin aftur. Ég var alveg að renna út af hlutum að segja sko. Já, eins og ég ætla að segja áðan, verið velkomin í aðra umferð í almenna bikarnum. Varstu ekki búinn að segja þetta allt? Ég er búinn að kynna þetta inn allt, maður. Ég sá þetta, sko. Ég var smá skilinn eftir í súpunni og mér fannst ég hafa staðið mig ágætlega, sko. Nice. Það er gott að heyra. Ég er mjög spenntur fyrir þessum leik allavega og ég kom inn til að lýsa liðinu og ég er bara sammála öllu sem þú sagðir. Þá erum við á leiðinni inn. Það er komið að því. Ég get ekki beðið. Eitt sem verður að nefna, ég fylgdist með síðasta leik Berserkja. Þeir voru að spila með Akademíun í Exi. Já. Og hann Siltus, hann alveg greip mína athygli sem hitscan player. Alveg gríðarlega góður á Widowmaker. Já, ég er mjög spenntur að sjá hvað gerist. Nú er spurning, við erum að spila Nepal og hvaða liðin er að fara að spila. Ég kom einmitt inn á að það er nefnilega hægt að spila mjög mikið af dóti sko. Þú kemst upp með mikið af dóti, sko. Já. Ég segi að þú kynnir kannski lið Berserkja. Og hvað heitir þeir alltaf að fara? Hvaða kompir eru að fara? Ok, það sem við erum að sjá núna er Gutti XX Gary er á Roadhog
Ifs á ból, svo erum við með Loga á Hitscan, á Soldier og Siltus, ekki maður að velja, hann á þeim, og Lucio og Sen. Ok, útfara útlagarnir á Rænsaria, Kree, Symmetra og Lucio Ana. Maður sér hérna útlaga að taka Reinhardt approachið, en Berserkir ekki alveg í því, sko. Sjáum hérna að Berserkir tóku TP en ekki all liðið tók TP-in og svo bara Sim Mirror, Logi á Junkrat. En útlagar eru Berserkir eru komni með point control. Nei, hérna útlagar eru komni með point control. Þetta verður mjög erfitt að brjóta þetta niður hérna. Þeir eru búin að planta sér inn á pointinu og stór húk frá Gutti, tekur út Symmetru. Bólið slípaður og punkturinn fer til útlagana. Sjáum að útlagar eru með Sim turrets á punktinu og þá gerir það gríðarlega erfitt fyrir það að sækja punktinn tilbaka. Þetta er aðeins bara að snúast við núna. Pikki báðar áttir. Út kemur gluggi frá Chaos. Þeir geta ekki verið að standa þarna. Það er ekki hægt að standa fyrir framan glugga. Þeir fara að falla. Góður húk á Gutti þegar útlagar eru að falla eins og dauðar lýs og allt er að ná að fylgja eftir. Við sjáum hérna að Siltus er með örbylgjófnin á Symmetrunni og þá er erfitt að stoppa. Það er algjörlega þannig. Þetta var frábært. Þetta byrjaði, það leit illa út fyrir Berserkina fyrst, sko, en þeir voru bara rólegir. Út kom windowinn og bara, það átti ekki séns síðan þá. Algjörlega. Við sjáum hérna að útlagar eru búin að grúpa sig upp. Þeir eru alveg stakkaðir saman. Mér sýnist þið bara að fara í gegnum Kitchen og Ifs já. Það er Symmetru veggur og nanoboost hjá útlögunum. Það verður gaman að sjá hvað ég gera við þetta. Við sjáum að næstu allir eru að nálgast ult nema Chaos og nú kemur bóttinn með ult. Þetta eru góða sprengjur og Shark dettur fyrir sprengjunum hjá Ifs. Spurning hvað útlagar ætla að gera til þess að ná sér tilbaka. Það eru 2 fallnir þannig að ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast. Ifs er að valda miklu usla sem ból hérna í baklínunni. Siltus er komið með örbylgjófnin og þeir eru að nota ultinn til þess að klára þetta. Gríðarlega vel spilað, ég nota þarna bara 2 ultimates. Algjörlega. En nú kemur push á útlögunu, þeir eru með 6 ultimates til að nota. Og hérna skiptir máli sko að nota þau ekki öll 6 og eiga þá ekkert í næsta bardaga sko. Þú vilt reyna að vinna fightinn með þessum fæstum ultum. Það verður gaman að sjá hvað þeir ætla að gera. Þeir virðast vera ætla að labba bara beint á punktinn. Þeir taka teleporterinn á punktinn. Út kemur Hænúnið. Junkrat er inn í þeim hérna. Þetta er bara allir mörg ult. Það er nota beat, nanoboost, Symmetru wall og núna kemur shotinn út frá Ragnari. Þeir falla hérna. Berserkir. Já. Við sjáum að þeir náðu að spara 2 ult og það er stór 2 ult. Það er nanoboost og graf á nápunktunum. Við sjáum að Chaos er að nálgast glugga og Logi með Riptire. Það er hægt að gera sterka hluti með þessu Riptire eða hérna dekkið. Dekkið eins og það er kallað. Já, mér líst vel á það. Miður TP hérna sem að útlagar eru búin að búa til auðvitað fyrir að nálgast miðjuna. En ef ég sé hérna að Logi er hérna að fela sig út í horni, tilbúinn að henda dekkin út. Sjáum hvað gerist, þeir verðast alltaf að labba á punktinn, berserkirnir. Stór húk frá Gutti enn og aftur. Þetta eru risa húks, hann er að breyta þessu tífætsum. Út kemur grafið, Gutti er leitaður í því. Þeir verðast að falla, út kemur dekkið. Dekkið nær nanoboostaðir Sariu, þetta er risastórt, risastórt. Þetta er risastórt, Ana er bara eftir á pointinu vortinn itt, reynir sitt besta, hún og hann lendir í gildurinn í hans Junkrats og það endar rándið. Berserkir taka fyrsta mapp, gríðarlega vel spilað, ég verð að segja eins og er. Það sem, þetta Ball Hog, þetta er oft kallað Hoggen Ball Torture og hérna og þetta getur nefnilega verið erfitt að spila á móti sko. Þessir húkkar voru stór hættulegir og þeir voru að brenna sig á þessu útlagarnir. Þeir voru bara að láta taka sig allt auðveldlega og það er erfitt að labba inn í teamfight einum færri. En bara gríðarlega vel spilað á Gutti og restina af hérna Berserkjum.
Þetta hárrétt hjá þér, Ingo. Við sjáum núna að þeir eru komin yfir á Rissuna, Gutti er komin yfir á Rissu og þeir eru með Soldier. Siltus hitscan er að fara í gang. Náðir að nýta þessar löngu sidelines til þess að vappa út miklu damage, en við sjáum eins og að Gemlingur er komin á Handstó og hann er ekki að spila með liðinu, heldur hann er aðeins í burtu frá þeim. Hann er að gera það sem kallast að taka off Stormi. Annan er fallinn. En Gemlingur svarar. Ifs fyrir inn. Sjá, boltinn er hérna að valda ýmsum usla. Hann er bara að splitta liðinu, rúlla inn í á, bara vera pirrandi þarna. En Orisan er búinn að planta, Gutti er búinn að planta sér á point og ætlar ekkert að fara því í bráð. Skjöldur farinn hjá Ragnari. Þetta er bara, þeir þurfa að fara tilbaka. Algjörlega, það er alveg stórhætt að missa önuna svona snemma í fætunum sko og vera bara með Lucio heals. Einmitt. Það er detrimental eins og ég segja. En Ryan er komin aftur í gennum TP en hann er aðeins fljótari. Við sjáum reyndar að Ifs er að flanka, hann er núna bakveg og þeir eru komið inn. Hann er stóri búbbi, eða hvað? Nei, útlagarnir, þeir virðast bara ekki komast nógu nálægt þeim. Reinhardt nær ekki að sveifla hamrinum til að valda einhverjum skaða. Þeir þurfa að vera fljótar að brúa bilið þarna. Og Ifs nær unnu, risastórt pick. Og Ifs er bara algjör menes á þessum ból. Við má sleppa þess. Siltus með gott healingsrocket. Nú er þeir bara fjórir eftir, útlagarnir. Það lítur ekki frábælega út, þeir bara falla koll að kolli, einn í einu. Sjáuðu Siltus, hann hættir ekki að drepa. Hann er að flagga, hann er fjórða! Hann er að hlusta! Hann er hlusta! Siltus! Hvað var þetta, 5 manns? Hvað erum við að tala um? 5k? 5k hjá Siltus og hann er að nálgast tactical advisorinn sinn eða aimbot. Eða aimbot. Það er einmitt rétt. Berserkirnir sitja á mjög góðum ultimatum. Þeir geta reynt að windowa snemma, nota gluggan hjá Baptiste og það er gríðarlegt damage sem fer í gegnum það. Sjáum hvað gerist. Þeir fara, taka aðra nálgun á þetta núna, fara hérna hægra megin, sjáum hvað gerist. Þeir eru að hreyfa sig mjög vel saman sem lið núna, útlagarnir. Nú fara útinn að láta sig sjá og þeir eru komnir með Riptire, þetta er bakgluggjur! Það er risa Riptire hjá Loga! Logi með dekkið, eða dekkjalogi eins og ég kalla stundum. Dekkjalogi með 3k og þetta lítur að sigla inn sigrunum á þessu rondi. En þeir eru sem með TP og þeir eru með nokkur út, þeir eru með beat. Náður að snerta. Náður að snerta. Bústjórn Anabústór og næri ríkist hönsinu og þetta fer í tilvíl berserkja. Svakalegt sem átti sem stað þarna. Þetta var frábærlega að spila. Þetta var rosalegt. Þér sjáum leiksins. Hérna sjáum við Dekkja Loga sína hvað hann gerir best. Hann er hérna góðu trappi í gildruna sína og þarna eru allir maður, wow. Þetta er einmitt, sko, útlagarnir voru að spila svona liðskomp sem snýst mjög mikið um það að vera þéttir saman. Og það býður upp á góð tækifæri til að nota dekkið einmitt, sko. Getur náð mörgum hann í einu, sko. Algjörlega samanlega. En, wow. Berserkir taka fyrsta map 2-0. Þannig að núna er staðan 1-0. Og það verður spennandi að sjá hvernig útlagar svara þessu. Nú fá útlagar að velja map. Og það geta valið eitthvað sem þeir eru gríðarlega sterkir á. Eitthvað sem þeir hafa kannski æft mikið. Þannig að mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og ég sé að Berserkir ætla að gera skiptingu. Giljagaur er mættur inn á. Já. Við sjáum hann að Logi tók þetta 3k með dekkinu sínu og er settur á bekkinn. Já. Þetta er bara ósanngjarnt að vera með dekkjalogan inn á, sko. Já, algjörlega. Dekkjalogin, sko. En við vitum samt að Giljagur er gríðarlega sterkur leikmaður líka. Hann hefur verið svolítið þekktur fyrir rípennu sinn, ótrúlega sterkur á honum. Einmitt, ég hef heyrt um hann. En það er spurning hvernig ég einmitt útlaga svara, sko. Það er alltaf bæði liður dýrvitlaus og stólginn í sigurinn eftir tap í fyrsta leik. Já. Og það er spurning, sko, hvort að þeir gera einhverja breytingar og ég veit að minn maður Grjónmaster situr á bekknum, hvort að hann komi inn og já, bara... Það er aldrei að vita. Veistu það, ég held að þetta sé bara hár rétt hjá þér, sko. Algjörlega. Ég held að Grjóni sé að koma inn. Grjóni er stórhættulegur á Reinhardt-hetjunni. Hann er stórhættulegur á Reinhardt-hetjunni og enda er mappið sem var fyrir valinu Kings Row. Gríðarlega sterkt Reinhardt mapp.
Þetta, ég held við séum að fara að sjá Reinhardt á móti Reinhardt. Bara peak Overwatch gameplay að mínu mati. Já, þú ert mikill Reinhardt maður, Ingo, það ekki? Ég mikill Reinhardt maður. Mér finnst gaman að sveifla hamrinum. Það svona geðveikt hljóð sem kemur þegar þú nærð að slá eitthvað með þessu. Ég geti hlusta á þetta endalaust. Ég seti þetta á, sko, þegar ég fer að sofa á næturnar, sko. Það bara, þetta svo gott hljóð, sko. Og það ekkert skemmtilega en að horfa á tvo Reinhardt að bara vera hlaupa inn í hvern annan og bara reyna að valda usla, sko. Gríðarlega gaman að horfa á það. Einmitt. Hjartalega samanlega. Já. Já, það er mikið hægt að spila á Kings Row en náttúrulega algengasta kompi að spila Reinhardt og mögulega Sari eða Divu. Einmitt. Og þá yfirleitt þegar maður að spila með Reinhardt þá þarf að hafa eitt Lucio í liðinu. Einmitt. Þú ert mikill Lucio maður, Ólafur. Já, mér finnst gaman að spila Lucio, sko. Já, mér finnst gaman. Þá mikilvægt sko að spýta Reinin inn í hitlið og svo spýtar hitlið Reinin sinn og það verður eitthvað svolítið chaos og við þurfum bara að vera að leika á allsottu til þess að ná að lýsa því. Þetta verður erfitt en bara spennandi verkefni samt sem við höfum hérna. Og þetta verður svolítið eins og lestarslys bara. Tveir bara spýtandi Reinhardtar, fulla ferð inn í hvern annan. Ég veit ekki. Þetta verður snillt. Þetta er einmitt Kings Row. Þetta er einhvern veginn alltaf valið í öllum almennabikarsleikjum og við erum alls ekki að hata það. Þetta er map mótsins. Scrims Row hefur maður heyrt þetta kallað þegar allir að skrimma þetta og æfa þetta og hérna þetta er eitt af mínum uppáhaldsmöppum í leiknum. Algjörlega. Er þetta ekki svolítið svona fans favorite uppáhaldsmappi hjá flestum? Ég myndi halda það. Ég get bara talað fyrir mig en ég heyrði daginn að einhver sagði mér að Anubis væri uppáhaldsmappi og ég veit ekki hvort þú sé að grínast eða ekki, sko. Það er náttúrulega bara galin pæling, sko. Ég held að þau séu svona að reyna að vera svona edgy og vera svona ekki eins og hini, svona smá pick-me-vibe í gangi, sko. Já, er það ekki? Ég held það líka, sko. Eitthvað svona, ég hata Kings Row, Anubis er uppáhaldsmappið mitt. Veistu hvað ég er að tala um? Já, einmitt. Þetta er eitthvað hannig. En það er allavega greinilegt að útlagar verða að koma með svar núna. Ef þið tapa þessu mappi, það er alltaf erfitt að koma tilbaka frá 2-0. Þú veist, það getur verið erfitt fyrir móralinn, en hins vegar getur verið rosalega gott fyrir móralinn að jafna 1-1. Öskra, segja, koma strákar og stelpur, þetta er winnable. Þjappa hópnu saman, taka eitt sigur. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt mapp fyrir útlagana, sko. Einmitt, ég er sammála því. Líka Kings Row, það getur allt gerst. Við getum séð snowball, við getum séð bara full hold, bara hvað mun gerast. Það snýst mjög mikið ultimate management, sko. Einmitt. Það er líka önnur skipting, ekki satt? Nei, jú. Jú, við sjáum hérna að pabbinn er kominn inn. Já. Og býtu nú við. Þeir eru eitthvað að rótera aðeins í þessu. Þeir virðast ekki alveg vera nógu ákveðnir berserkirnir hvað lið er alltaf að labba út á velli með, sko. Þetta er nefnilega svona, þegar þú ert með sterkan back, sko, og marga valmöguleika, sko, þá getur þetta verið svolítið erfitt. Já, fínt að pæla hans í hlutunum fyrir áður en að næsti leikur byrjar. Einmitt. Það er, ég held í ástæðan af hverju við erum ekki farin inn í mappið er að menn er að fara yfir taktík og ákveða byrjunarlið og þannig að það er greinilegt að þessi bæði lið vilja vinna. Þau eru að pæla vel í þessu. Alltaf gera sitt allra besta. Spurning hvort að Wordinni gríðarlega sterk Anna fá að njóta sín núna með Rein fyrir fram að sig og bara henda híli á hann, stækja þetta nanoboost og svo bara keyra inn með Lucio. Það er eitthvað sem ég myndi gera ef að bakið mitt var upp við vegg að bara safna í nano, spýta hann inn, bang. Ég held að við séum að vera klár. Þannig að ég segi bara skellum okkur í Kings Row. Algjörlega. Við sjáum að útlagar byrja að takka. Já. Eins og sjáum pappin er kominn inn í staðinn fyrir Gutti. Og pappin aftan komið með eitthvað pappalegan shatter og takja þetta bara og ég veit ekki, sko,
Hvernig eru pappasettir, segðu mig það. Það er þú nær 5. Ó, ok. Þú nær 5 manns í Já, settir. hvað er 6? 6 er ílósettir. Hei, satt, mjög satt. Herri, þá sjáum við hvað er alltaf að labba út á. Hjá útlögum er þetta eins og við bjuggumst við. Það er Reinhardtinn, Grjónmeister er mættur á Rænin, Karlinn er á Saríunni, Gemlingur á Hanzo, Shark á Meginni, Gutst er á Lucio og vörðinnitt er á Bappinum. Hann hendi sér af önunni og yfir á Bappin. Algjörlega, og í Berserkjum sjáum við að þeir eru að spila frekar óvenjulegt komp á King's Row. Þeir eru með Pappin er á Monkey, Ifs er á Ball, Giljagur er á Reapernum, eins og ég bjóst við, helviti góður Reaper. Svo er Siltus á Sombrinni og Sombra getur valdið algjörum usla. En ekki vel að minnst, Chaos er á Önu og Tusha er á Mercy. Sjá hvað gerist. Þá sjáum við hvað gerist. Þetta er nefnilega, það getur verið svolítið erfitt að labba á eitthvað sem Reinhardt þarna á móti þessi liði sem Berserkir er að stilla upp hérna. Algjörlega. Sjá, þetta er... Ifs heldur usla. Ifs heldur bara áfram að gera það sem búinn að gera allan leikinn, bara valda usla, vera til, vera leiðilegur, vera búba í einum, bara fram og tilbaka. Giljagur fellur hins vegar, þetta er mjög sterkt pick og nú þurfa þið bara að kapitalæsa á þessu, labba inn, sína smá ákveðni hérna. Gemlingur. Ifs nær góður pikki á Gemlingi. Hann var ofan á liðinu. Pappin og Ifs er að velja algjör og risa neitt frá Chaos. Þá þarf að kapitalæsa þessu. Sjáum Ifs. Ifs er frosinn. Kemst hann út? Já, hann kemst út. Og hann verður aftur inn og hann er að nálgast sprengjurnar. Giljagur nær karlinum niður og Ifs er búinn að vera að sína gríðarlega sterka frammistöðu hérna. En það er einmitt, Grjónmeister er komið með shatterið líka sko. Maður verður að passa sig þá. Þá gerast hlutirnir. Þeir eru hérna bara að taka því rólega aðeins. En Pappin og Ifs eru bara eins og vel smurð vél hérna. Fara inn, fara út, ná í pick, lifa af, það sem er það langt mikilvægt í þessu öllu saman. Siltus pirrandi í baklínuna, ná hökkum. Mér sýnist útlagar komast hvorki lönd né strönd. Þeir eru bara fastir við þetta tjók. Algjörlega, núna ætti málið vera að við sjáum þetta hins vegar að Berserkir eru með nanoboost, þeir eru með Winston útlið og... Þeir fara fyrir aftan í gennum hótel og ná út báðum supportum, út koma mindsin hjá Ifs, nær báðum supportum hjá Berserkum. Og þeir EP líka. Hvað er að gerast? Öldir eru að fara út, skiptast á pikkum. Þetta eru 3-3, ef ég kann að telja. Og seinastur fellur Gemlingur. Við sjáum hérna að... Enn og aftur eru það Ifs og Pappin sem standa eftir lifandi, búin að spila frábærlega þessar fyrstu 2 mínútur hérna. Algjörlega, ef að útlagar eru fljótir á því og spýta bara inn, þá er Sombran lengst í burtinn. Hún er svo fljót að koma tilbaka, og þeir fara strax inn. Ifs er sofinn í bak. Nú kemur út Nanomaki. Hvað mun nýjandi á móti? Grjónmeister er hakkaður. Út kemur slammið á Ifs, Mercy fellur, Tusha. En þeir svara Berserkinni með allt og góðum pikkum, en Gemlingur með 2. Er það nóg? Nanoboost er út af kallinu, men hann er sofnaður. Þeir eru með graf, eða alltaf sigla svo alveg heim, en ég held þetta ekki. Býtu, Sombra er komin aftur. Það er bara kallin eftir á pointi. Sombra, Siltus og EFS er eftir. Og kallin er á. Hvað er að gerast? Þeir ná re-engageinu, Siltus nær að snerta, nær ekki hakkinu út. Giljagur er komin á punkt. Grjónmeister sveiflar og sveiflar. Út kemur beat hjá Gutst. Ifs fer inn, IFB út. Og IFB þess að svara. Snúðar þessu við. Grjónmeister er ennþá þarna, sveiflandi hamrinum. Út kemur sérfið, nær pappanum. Grjónmeister er sofnaður aftur. Hann er neitaður, Tusha er að snerta púltinn. Ifs er að valda usla eins og vanalega. Slammandi, sveiflandi, alveg bandbrjálaður á því. Hvað er að gerast hérna? Gemlingur með róðhör, risagraf! Út risagraf! Já, kallinum. En það sem er fyrir meðstu er að útlaga ná punktinum og þá er sko hægt að gera stóra hluti. Það getur verið mjög erfitt að sækja þennan fyrsta punkt. Við sjáum að Siltus er komin á Hanzo. Þess að svara
Gemlingur stóð sér nokkuð vel og var að ná góðum pickum hann. Þetta var þvakalega síðustu veit og þyrtust nær Guds hérna með Sonic Arrow. Frábær url. Þetta er ekki að líta vel út hérna. Fyrst með risa pældræf. En Grómast nær pampanum. Þeir halda velli. Það er allt jafnt hérna. Það geti farið í báðar áttir. Mercy er að ná ressu á pampanum í bak. Þvílíkt ress! En á sama tíma fattar tveir í berserkjum. En Ifs er að sækja bombunar. Enn og aftur er hann með ult. Túsjan er að halda sér hérna. Boltanum. Pappin er komin í spónið. Þeir falla. Heiðarlega til hérna styrtus. Þeir verða að hörfa. Berserkirnir. Gríðarlega vel spilað hjá útlögum. Það er einmitt þetta, þessi seinni útkemur drekinn og Siltus. Berserkirnir vilja slást. Þeir bakka af kartinu. Þeir eru komin aftur á það strax. Þetta ultimate gerði ekki mikið. Gutt er ógeðslega low. Nær hann að lifa? Já, bara með naumyndum. En þeir eru með Shatter, þeir eru með Beat, þeir eru með Hansúr og Mayul. Shatter, Monkey búinn að nota böfluna. Grjónmætt er að leita að því. Og það kemur hann eftir! Þeir nota alls útlum. Það er nanoaður Monkey. Pappin er þarna að reyna að láta eitthvað gerast. En það verður það nóg. Ég held ekki. Siltus fellur seinastur. Og þetta sýnist mér vera point 2 náð fyrir útlaga. Ábæðilega spilað. Þeir notuðu bara ekki öll, þeir notuðu ekki eins og öll últin. Það var bara alltaf Rein og Shatter og Mayult. Og bara bang. Gríðarlega vel spilað, þeir hafa vist planað þessi öll. Mjög vel spilað. Við sjáum enn og aftur að Ifs er að nálgast sprengjurnar. Hann er eins og að sé með það bara á cooldowni. Það er rétt. Giljagur er að sækja Væsarinn. Siltus kom með Drekka og það er spurning hvað ult er alltaf að nota þessum fight. Við sjáum eins og að útlæra með Beat. Það er stort neitt og takk. Þeir nota út Beat, þannig að hjá Berserkjum. Nú því að nær Ressi á Chaos, risastórt res og Giljagur, hann eftir önuna með Væsarinn. Virðist sem það er erfitt fyrir útlaga að sækja inn á punkt ef annan er dauð. Það er rétt, þeir þurfa að bíða eftir henni. Sem þeir gera. Þeir voru svolítið hægir á stað útlagarnir en þeir virðast vera komnir á stað svolítið. En nú það bara að passa að halda momentumunni gangandi sko. Það er hægt að festast svona á ýmsum stöðum á þessu mappi sko. Segðu. Þeir eru með graf og dreka reyndar. Ég sé það og það er eitt sterkasta ultimate combo leiksins. Þeir eru að leita því. Þeir hendur drekunum. Ifs er svoandi í baklínunni. Gott líf hjá Wordinit. Túsjan nær ressinu á Chaos. Nú ættum við að Ifs. Lifir hann núna? Ég trúi því ekki. Hann lifir. Ifs er gríðarlega low. Þvílíks neitt hjá unnunni. Þeir eru allir neitaðir. Guds er tekin út. Já, útlum. Út kemur Primal Rage. Grjónmæstir hittir ekki Shatterinu á Abban. Og Pappin og Giljagur er að sjá að hreinsa þetta upp. Nú er einn bardagi eftir. Það er einn bardagi eftir. Við sjáum að þeir eru með Nanovisor hérna í Berserkjum sem er gríðarlega gott kombo. Ifs er enn og aftur með sprengjurnar. Hvað er í gangi? Við sjáum hins vegar að þeir eru með Mayult, Shark með Mayult og það er gríðarlega sterkt líka. Það er gríðarlega sterkt, einmitt. Við erum með Nanoboost og ef við verðum að spila, kannski myndum við taka Nano og Rein og spýta hann inn. Reyna að taka út önnuna eða eitthvað, áður nota Nanoboosti. Einmitt. En nú fyrir fætinn að byrja 10 sekundur eftir. Maður sér að Karl er komin að dífu til að borða Nanovisorinn. Nú kemur út Nanovisor, Ifs er tekin út. Grjónmæstir er Nanoboostaður, hann er mjög low. Hann charger inn á kartið. Útkemur eftir í ljósum lúðum, hvað er að gerast hérna? Ifs er enn og aftur í baklínunni að valda usla. Giljagur nær healingsrocket á Ræninn, nær öðrum og þetta er clean up. Frábær vörð. Guds nær snertingu á payloadið. Giljagur er í móta á payloadinu. Hann er ekki að taka þátt í þessu rugli, hann nenni ekki. Hann er bara dansandi þarna. Frábær vörð hjá Berserkjunum. Og einnig sjá útlöfum líka að sækja 2 punta og komast á 3. punkt. Það getur verið mjög erfitt að þetta er anybody's game núna sko. Nákvæmlega, það getur allt gerst. Ég ætlaði einmitt að segja ef þú værir útlaga núna og þú værir ekkert allt og svektur við þessa frammistöðu. Þú er komin vel inn á 3. punkt hérna og þú getur alveg stöðva árásir og unnið mappið, auðveldlega. Algjörlega.
Það sem ég er spenntast að sjá er hvað berserkirnir ætla að labba út á. Það er greinilegt, þeir eru að forðast þessi Reinhardt kom. Þeir vita kannski að Grandmaster og félagar í útlögum eru sterkir á Rein og vilja kannski ekki spila þar. Þeir vilja taka það úr comfortzóninu og fara ekki í Rein mirrorin til að valda usla. Ifs er til dæmis búinn að vera frábær í þessari viðureign á ból. Það er búið að vera erfitt fyrir útlaga að reyna að hemja hann á ból. Þannig að mér finnst líklegt að þeir haldi því áfram. Já, þeir ætla bara á Monkey Ball, Pharah, Widow, Ana og Mercy hjá berserkjum. Það er bara eins og ég held. Þeir ætla ekki að rænast inn. Nú fáum við að sjá akkurat Siltus, Widowmakerina, stórhættulegt, en aftur á móti halda útlöfum með sama kompi. Já. Hins vegar er Gemlingur komin að McCree og þá er þetta er ekki alveg rush með þetta fyrst þeir eru með hérna Uni í stað fyrir Bap, en það er bara spennandi að sjá hvað mun gerast í rauninni. En Siltus... Sprengjurnar, þessar anti-nates, svo ég kalla þetta. Siltus er eitthvað að killa í spóninu. Spurning hvað hann er kannski bara að reyna að beita út og halda sig ekki með Widow. Hann er komin hérna á... Það er mjög sniðugt. Og nú sjáum við fightinn er komin á punktinn, pappinn og... Pappinn er aðeins að finna fyrir sig og nú er kallað dæfi og þeir fara inn. En það kemur Meivekkur og Ifs, annan fellur! Ábært teikja á pappanum. Kartinn er þess að vera elda Widowmaker eins og brjálæðingur. Pappin fellur hér. Og Siltus fellur líka. Við sáum að kallinn er komin úr mekknum sínum, þetta er hnífjant. Ressið fyrir gegn á pappan. Þeir þurfa að fara að láta eitthvað gerast útlagar, þeir geta ekki staðið þarna, þeir þurfa að labba áfram. Ifs tekur út kallinn, pappi fellur samt. Mér sýnist, ég veit ekki alveg hver er að vinna þetta sko. Ifs er með sprengjurnar, en Gull svarar með bíti. Þeir eru konið með 1 tikk á punktinn, berserkirnir. Gilekkur er að nálgast bara þess. Ifs tekur út Gull með sprengjunum, Gilekkur tekur út Grandmaster. Nú fer þetta lítið illa út fyrir útlagana. Þeir eru að missa mjög mikilvæga leikmenn hérna. Þeir eru 4 lífi. Útgefinn Kartinn. Hann fer á öðruna kátt. Gemlingur tekur út föruna, en Gilekkur nær vortinni í úrslinu sínu og Meiholtið nær ekki alveg önni. Kartinn er svoandi á stórhættulegum stað. Inn í herbyggi. Ifs fer inn, enn og aftur. Ifs er mættur aftur valda Íslanum. Við sjáum að Kegos er með nanoboost, á hvern notar hann það er spurningin. Hún er með nanoboost og pappin er með primal. Aftur á móti er Grandmaster með Shatter og Gemlingur er með High Noon. Útlagarnir geta barist hérna, þeir vita það. Þeir eru tilbúinir að skiptast af ultimatum. Kartinn er tekin út, en Grandmaster svarar með Drippi og Mercy. Vá. Annan er fallið, þeir eru með enga healera, berserkirnir. Útgefur High Noon frá Gemling. Útlagar er að berjast hérna, eins og hetjur. Útgefur Shattir er að fara hérna niður. Giljakur fellur, pappin er að fara flý út. Widowmaker er enda vatn upp á toppnum, hann reyna að ná okkurum. Hún er mjög lág á lífi núna. Gjörsamlega 1 HP og hún fellur. Nú er kallinn í vesinni. Kemst út. Þú sér nær ressinu, en Ifs fellur. Nú þurfa þeir að hugsa málið. Það er 1 mínúta og 15 sekúndur eftir. Og nú kemur Agrobeat frá útlöfum. Þeir ætla að keyra á þetta, eða hvað? Nei, þeir sitja bara rólegir. Shark er með ult, hún er náttúrulega að falla. Shark fellur með ultið. Shark fellur með ultið. Hoppir inn. Ifs. Ifs sem er mæns. Mænsurinn. Þeir virðist sem að þeir sér taka þetta. Þeir nota öll ultið sinn. Þeir ráða ekki við þetta. Hún fer einhver. Sprengja ekki punktinn. Í Narníu. Í Narníu, í gegnum skápættirnar. Í Narníu. Ríða ekki við Nanovisorinn og Mænsinn allt í einu á sama tíma og Shark fellur hérna með öltið sitt. Shark fellur. Vá, sjáuði Siltus. Nú er kveiknað á manninum sko. Þeir púsja hátt upp, Siltus er eiginlega bara komin að sem að second point endar. Það þarf hann að ná einhver early picki, það er spurningin. Þetta lítur ekkert allt of illa út fyrir útlagana. Það eru 2:50 eftir og þeir þurfa að íta allt á second point sko. Það er nú bara spurningum að grúpa upp og fara 6 saman. En enn og aftur sé ég Ifs er komin í bakklínuna, þeir þurfa að fara að díla við hann sko. Hann getur ekki vera... Hann er slóðandi. Náður að kapitala þessu. Hann kemst út.
En Pabbi fellur, nú þurfa þeir að lappa. Nú þurfa þeir að fara inn. Ifs er að koma í baki á þeim, hann nærur sennilega góð pældrafi. En þeir náðu samt að leysa. Þetta er það sem við viljum sjá, speedboosta liðið inn og bara sækja sér fyrir. Við viljum sjá alvöru aggression hérna. Siltur heldur þeirri frönsku, eða hvað, er hann að fara aftur í spón og breytum hetju? Við sýnist það. Siltur kemur út á Cassidy. Og hvað verður spennandi að sjá hvað gerist. Berserkirnir hérna. Þeir eru með Primal Rage og Orfir. Þeir poppa mér sjútið. En Meyjöldið er á kantinu. Mér sýnist að vera risastórt Meyjöld á sjálf. Þetta er líka út. Ég setti sprengjunum við niður. En það er seinan því að allt liðans fellur. Þeir skiptu 4 öldum fyrir 2. Mér sýnist Ifs verið í vandræðum. Nei, hann er væntanlega að koma sér út. Þessi maður er ódöðlegur, ég er löngu búinn að læra það. Hann kemst alltaf út. Playing the ball hero. Hjá mig Gilvagur er með Tactical Visor og Chaos er að nálgast nanobústi. Náðu þeir að nota það eitthvað í þessum þröngu korridors. Gutt stemmi beat til að svara ef allt fer úrskeiðis hérna hjá útlögunum. Það verður að sjá, þeir bakka eins, gefa eins smá pláss. Við sjáum að Ifs er í baklínni. Hann er góður búbbi og góður pældrafi á rænin. Nú fara þær inn, kemur út bíti og bomba. Þetta er stór bomba! Nær maður líf! Gilvagur flagga með Tactical Visor. Hann nær út stemning. Hvað er að gera þetta Artur Mörgúst? Ég veit ekki. Það er annan nanobúst. Það er nanomonkey á unnuna. Hún fellur. Þetta er enda frekar jafn. Það er hægt að útlag geta snúið þessu við. Ifs er tekið niður. Þetta er bara pappinn og pappi fellur. En Ifs er enn og aftur á dreipakvöld. Og hann er komið sprengjum aftur. Og hann kemst út á lífi. Hver hefði getað giskað á það? Útlar eru svo nálægt í að jafna í 1-1. Þetta er síðasti bardaginn. Það er allt undir núna. 1-1 eða 2-0, himinn og haf á milli. The Reaper guy er upp á setjuna Gilvagus en hann skiptir á Reaper fyrir síðasta fætinn. Siltur sem er inn á hænún. Nú erum við að sjá Ræn á móti Ræn. Út kemur Meyjöld. Það verður ristótt Meyjöld. Þá er hann á loka fættinu núna. Ifs heldur sprengjunni. Hvað er að gerast? Siltur fellur. Karlinn missir meg. Hann missir sér og grónmestar út. Hvað er að gerast? Gilvagur er komin í baklínuna. Gilvagur er tekið niður. En þeir eru með Ræn. Berserkir með Ræn og út af ekki. Það er spurning hvað við gerast. Mikið damage að vera í gang. Nú kemur út Maur óstið. Frá Túsja. Minna hjálpa þeim. Karlinn fellur. Gemling sem fellur líka. Ertu ekki að grínast? Gunst og Sjálf reyna að snerta punktinn. Kaupa smá tíma. Út kemur Hænún frá Siltus. Þetta er ennþá verið búinn. Túsja fellur. Út kemur nanobústur. Hann er bara að sveifla. Hvað gerir grómastur með nanobústið? Mikið damage að vera í gang. Hann nær Siltus en mér sýnist Berserkir vera að ná punktunum. Þeir ná að snúa þessu við. Þetta er ótrúlegt, Ólafur. Ég trúi ekki hvað ég er að sjá hérna. Þetta er enn og aftur með nálega sprengjunum. Hann er ótrúlegur á þessum bolta. Siltus er komin aftur og Widowmaker. Chaos er með glugga. Það er spurning hvað þeir ná að gera. Við sjáum að pappinn er að nálgast chat hér. Báðir Rænir eru náð chatturinu. Þá byrja með Mindless Games að byrja. Út kemur gluggi. Þeir freista þess að gera mikið damage. Sjálf er beat. Grónmestur fellur. Pappi fellur sömulegis. Og Rýmekkin! Siltus er að reyna að klóra í bakkan en það virðist ekki vera að detta hjá Berserkjum. Karlinn er að elda sá frönsku eins og brjálæðingur og hann nær henni. Það er það sem það þarf að gera, Ólafur. Bara elda hana, ekki leyfa henni að vera til. Þetta er lokabardaginn. Það er Meyjöld og Hænún fyrir útlaga og Reaperöld fyrir Berserki. Við sjáum Ifs er strax mættur, byrjar að kýtla, reyna að trufla þá. Pappinn lappar hérna inn, aggressiv, hann vil taka stjórn. Gilvagur þar, út kemur Sjattir, Siltus fellur, Meyjöld, Gilvagur er að Reaperölda, Gemlingur fellur, nanobústur. Pappinn lítur að deyja, hann er búinn að þola 7 swings með nanobústinu. Grónmestur eru að halda lífi. Grónmestur fellur, Ifs er að hreinsa til hérna. Þetta virðist vera þetta með Berserkjum. Vá!
ótrúlegu leikur sem átti þetta hérna. Vá. Þetta hefði getað farið á hvaða við sem er nokkru sinnum ótrúlegt að Berserkir náði að stikla sér gegn, en við sjáum hérna play of the game og það er Sjark. Frábært neyjúð. Sniðið hjá henni unninn að horfa svona niður, en Sjark hittir í hverju einasta skoti, ótrúlegt. Nei, vá, það voru bara mörg moment þarna sem þetta hefði getað tapast, en Berserkir voru sterkir, gáfust ekki upp þótt að blésa á móti þeim, þá náðu þeir að snúa þessu við, sko. Allavegna tvisvar í þessu leik. Þetta var ótrúlegt að horfa á þetta. Vá maður, ég er smá spennufallið hérna, sko. En þetta er 2-0 núna fyrir Berserkjum. Og núna er það að duga að drepast fyrir útla. Það er útlagar sem fá að velja mapp enn og aftur. Og hérna, og ef Berserkir sækja sigurinn þar, þá erum við búin að vinna feikna sterkan 3-0 sigur. Útlagar muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að það gerist ekki, minnka munin í 2-1 og þá erum við með leik okkur á höndum. Það verður spennandi að sjá hvað við gerum. Þetta var rosalegt. Mér finnst sko að eins og pappin, hann fer hann á Reinhardt undir lokin og það breytir leiknum svolítið sko. Algjörlega, hann var svolítið svona Chad, eins og hann vinur okkar Bjöggi myndi segja. En aftur á móti, þetta var risastórt. Þetta er anybody's game ennþá út af við sáum hversu megnur útlagar eru. Og ég er viss að þeir í Berserkjum voru hérna svolítið stressið þarna á tímabili. Ég skal trúa því. Í overtime og hérna mörg últa hjá báðum liðum, en það virtist sem að hérna Berserkir væru að nýta últið sín aðeins betur. Já, einmitt. Það var svolítið svona þar sem munurinn lá, sko, held ég. En þetta var mjög jafnt, sko. Þetta hefði í rauninni getað farið bara á báða vegu, sko. Ég vona að við fáum annan svona leik. Ég var í losti að horfa á suma bardagana þarna. Ég bara vissi allar hvað var að gerast, sko. Og leikmaður mapsins hlýtur eiginlega hjá mér að vera Ifs. Maðurinn. Í hvert einskipti sem ég leitaði á það, hann var að með últið sitt. Það er rétt. Við hefum alveg getað sleppt í að kalla bara hans öll, sko. Það var bara, maður búast í því að hann sé með það, sko. Algjörlega. Og það er skipting hjá Berserkjum séð, Stormur er kominn inn á. Og þeir ætla að treysta á hann til að hjálpa Berserkjum að íta sig við línuna, sækja sigurinn. Sjáum hvað hann getur gert, hann fer á supportinn. Ég sé að næsta mapp er Lijiang Tower, þá er þetta annað control map sem liðin berjast að stjórna einum punkti. Það eru 3 möpp inn í þessu mappi, ef svo mætti segja. Og fyrstur upp í 2 að vinna 2 möpp, vinnur allt mappið. Og mér finnst alltaf, ég hef svo gaman að control maps, þau eru svo skemmtileg. Verða viðurkenna það. Það eru mjög kaotískir bardagar alltaf að eiga sér stað og gaman að horfa á þetta, sko. Þannig ég held að þið fólki heima þið eru in for a treat ef við má sletta hérna. Sammála því, algjörlega, ætli Stormurinn kom inn og bring the storm og klári bara leikinn út. Við sjáum það allt. Við sjáum að Dekkjalogi er kominn aftur inn. Já, Dekkjalogi er mættur. Ætla hann vippi út hérna þeim ástralska. Er hann ekki ástralskur, Junkrat? Ég veit það ekki. Jó. Hann er ástralskur. Ég bara segi það. Já, Dekkjalogi er maður. Stór hættulegur. Ingo, leið mér að spyrja þig. Já. Hvað er þitt uppáhalds King of the Hill map? Control. Ég ætla að segja Lijiang, þar sem við erum að fara. Já. Það er skemmtilegt, af því að það býður upp á marga möguleika og svona ólíkustu möppin innan mapsins, sko. Þessi 3 möpp sem inn í þessu. Já, þau eru helviti ólík. Þau eru það, skemmtilegt að spila þetta, sko. En hérna, já, en þitt? Ekki Busan. Ég er með svo líkt með þetta Busan. Já. Þegar Busan kom út hérna fyrir einhvern síðan og ég vann bara ekki fyrstu 10 leikina á Busan. Það er eitthvað cursed, sko. Já, einmitt. En
Já. Cursed player. Shoutout á Cursed player. Já, shoutout sko. Shoutout. Ég held að við séum bara klára að fara inn í mappið. Það er að duga að drepast, það er allt undir hérna. Ætla berserkir að klára þetta eða eru útlagar að fara reyna á öfuga sópin eins og það kallar reverse sweep þegar liðið sem er 2-0 undir snýr leiknum við og vinnur 3-2. Algjörlega. Það eru margir sem vilja sjá sópin eflaust og mun sópurinn koma eða er stormurinn að koma inn og bring the storm. Hvað segir chat? Hvað segir chat? Eru að fara að sjá öfuga sópin? Segið okkur endilega. Endilega. Já, ég get ekki beðið eftir þessu mappi. Ég er að deyja úr stressi sjálfur, ég get ekki ímyndað mér hvernig þessi leikmennum liður. Einmitt, við sjáum hins vegar núna að dekkjalogi er kominn á dekkjahetuna The Junkrat. Siltus heldur áfram á hitscan, hann er kominn á soldjörinn. Stormurinn ætlar að koma með storminn á önunni. Tusja er á Messi og svo erum við dive-hetjunar Monkey og Diva. Já, útlagarnir ætla að halda sig við sama rænkom alltaf, nema að það er komin Junkrat og Symmetra inn í þetta. Það verður spennandi að sjá hvað gerist hérna. Það er alltaf gríðarlega mikil barátta hérna það sem kallast White Room hérna hægra megin á pointinu. Við sjáum að útlagar labba beint þangað og ætla að stjórna þessu. En á meðan berserkirnir labba bara megin á punkt. Þeir stjórna þessu herbergi algjörlega. Þið sjáu að það er komin upp Symmetry turrets og labbar hann inn á ertu bara örfylgjuopnaður. Algjörlega. Það er mjög gott að vera með kontról á þessu herbergi. En við sjáum hins vegar að berserkir eru með mikið spam damage. En pappinn fellur og það hlýtur að opna svolítið fyrir leikinn hérna hjá berserkjum. Tusja er að ressin hjá henni. Logi tekur út Gunst í baklinu og Gemling. Dekkjalogi mættur. Siltus fellur eins og Dekkjalogi! Þetta djók í mér. Hann er búinn að taka yfir lobbyið. Hann er að halda þeim í gíslingu. Ótrúlegur. Þeir þurfa að bakka. Þeir eru komin í erfiða stöðu, bakka út. Ætla bara að grúpa upp, fara 6 aftur inn. Mikilvægt að reyna að halda haus hérna ef maður er hérna útlagar. Þetta er ekki búið. Við sjáum að hérna dekkjalogi er að nálgast dekksins og hérna við sjáum hins vegar út að þeir eru að spila svo þettir hérna útlagar að það getur tekið út risastórt. Einmitt. Hann er kominn við dekki og nær pikja á Lucio. Þetta er Dekkjalogi! Það er óstóðandi maður, sjáu þið loga dekkjalogi. Pappinn flýnir bara og nær 2 yfirbót og Siltus klárar þetta. Þeir ná Divameg og Karlinn er tekin út líka. Wow! Þetta var svolítið clean. Og núna eru berserkir með næstu því öllin sín. Það verður spennandi að sjá hvernig þið nota þetta. Útlagar labba út með Symmetry-vegg. Gemlingur er komið með dekkið sitt og eru með nano. Þeir geta gert eitthvað með þetta. Sjáum hvað gerist hérna. Við sjáum að þeir eru að halda mjög close berserkirnir. Þeir eru að stoppa þetta. Grjónmættur er fallinn. Dekkjalogi er með engin plönum að hætta í nákvæmlega framtíð. Þeir nærmast í dífuna. Karlinn, hvað gerir hann með það? Uppi er farin úr mekk. Hann er á erfiðum stað hérna. Dekkjalogi tekur út his counterpart. Gemling 96, hann tekur út dífuna líka. Wow! Pappi tekur út önina. Nú verða þær að stoppa og fara í loka tilraun. Grjónmæstir er í vesenni, fellur. Það eru 15% eftir, þeir þurfa að fara hraðar heitu til að snerta. Þeir eru með öll útlagarnir. Út kemur dekki frá Gemling, reynir að ná okkur hérna. Hann fer fram hjá pappanum. En hann nær Tusja, risastór. En sjá hvort að Logi getur sýrið sömu mitt. Þeir byrja. Transpróðunum, Wilson. Ég veit ekkert hvað er að gerast á skjánum mínum. En ég er að elska. Við sjáum Siltus er alveg frýr hann á hæggráttunum með Væsorinn. Gemlingur tekur út storm, pappinn fellur. Logi, Dekkjalogi er að gera sitt þeng. Takk út Shark. Og Örnirinn fellur. Það er pikk í báðar áttir. En Tusja með eitt annað ressið. Og berserkir takka á eldi í þessu róndi. Hann þurfti ekki eins og að nota ultið sitt. Alveg ótrúleg. Hann fekk það eftir 2 fæta og notaði sér ekki. Þú eru gríðarlega góður á þessum Junkrat. Ég held að Gemlingur þurfa aðeins að fara að skoða hans POV hjá honum hérna Loga og aðeins að skoða hvernig það var að gera þetta. Já, þetta er það sem ég kalla Junkrat Masterclass. Þetta er gjörsamlega sturlað. Man hefði eins og haldið að speedboosta rænin á móti þessu kompi hefði getað virkað eins betur en greinilega var það ekki rétt hjá mér. Nei. Aðeins þarf að hugsa út í dómgrítunum mína, en nú sjáum við að berserkirnir eru að vippa út förrunni, Siltus er komin á förruna, Dekkjalogi er á sínum stað. Þeir eru Monkey Roadhog.
spennandi að sjá. Við sjáum eins og að útlagar eru að halda sami kompi og þeir eru alltaf típja væntanlega á punkt og reyna að halda honum núna. Þeir gáfu berserkinn punktinn á hann, sem var mjög skuldið. Við sýnum Sjark eigi erfiðleikum með að setja típið niður en hún típjar hliðin á punktinum, en það eru Dekkjalogi mættur. Hann þarf að passa sig. Dekkjalogi má ekki fá of mikið sjálfstraust. Tekir út af Gemling, en Logi svarar með sömu mið. Nú er Grjónmester, anti-neitaður, verður að passa sig, spila hægt. Húkinn inn í Túsía er að ná res eftir res. Og tekur út Grjónmester. Ótrúlegu leikmaður. Dekkjalogi er áfram. Dekkjalogi, hann er aldrei hættur sko. Og eftir er kallinn á punkt, þetta lítur ekki vel út og Berserkir taka fyrsta punkt. Frábærlega gert hjá Berserkjum. Við sjáum að Siltus er að sækja þetta föruhús og Stormur einnig líka. Hann er að fara að koma með storminn á þessu nanobústi greinlega. Logi er að nálgast Dekkjalogi. Við sjáum að Wordinit er eins og að ná nanobústi hjá útlöfum og spurning hvort ná að gera eitthvað með það en að þetta farhúst getur kostað á dýrt þeir eru allir svo hópaðir saman. Við sjáum að Sjark er farin yfir á Soldier, hættur á þessu 2 metru. Og nógu sem 2 metrar á rugli. Og nú lappa þeir allir yfir brúna og alltaf á Stormur er tekin út, en Siltus með farhústið, hann er tekin út af Sjark. Hann næri svo á 2. Nú kemur nanobústi. Túsía með 1 annar res. Frábær hrókur hjá honum Guttix til þess að stöðva Grjónmester. Grjónmester næri svo að sjattera Guttix. Logi tekin út. Sjáum að Barran Siltus er frí hann í baklínu en hún fellur. Og það er bara Gutti og Túsía á point. Gutti fellur, Túsía eftir. Hoppinn hann er að reyna að stóla punkt. Hann er með fræmurlist til þess að stóla. Hann gerir það. Útgefur dekki frá Dekkjaloga. Bíti er komið út. Dekkjalogi er fyrir að koma í baklína. Hann er engum. Ótrúlegt er satt. Og útlagar ná punti, þetta er ennþá svolítið tæpt samt. Það eru ennþá fullt af leikmönnum hann inn á. Logi tekin út góður hrókur, en eins og Karl heldur lífi. Logi tekin út, þið þurfa væntanlega að býta Dekkjaloga. Fyrst hann þarf að sækja þetta dekk aftur. Dekkjalogi, þvílíkur Dekkjalogi. Karlinn er með graf. Hvað mun gerast? Gemlingur kom með hænún. Sjark er með Væsor. Þeir eru að fá nanobúst líka, getur sagt nanovæsorinn. Gutti, hólhokkar á punt. Hann ítir öllum í burtu. Nú kom últinn út, eða hvað? Sjark fellur á hann út úr því. Grjónmester er húkað, þetta er risastór graf á karlinum. Hann er nanobústaður. Gemlingur hænúnar og nær öðrum. Þetta er gríðarlega spenna. En mér sýnist út að vera að taka þetta. Dekkjalogi er þarna í baklínunni og hann er tekin út af Gemling. Gemlingur er að spila frábært á þessu Makri. Alveg gríðarlega gott hérna. Algjörlega. Og við sjáum að Berserkinni fara í comp change. Út er kominn Genji hjá Siltus og Zenyatta. Zenyatta, við sjáum Sigma hjá pappanum, hann var komið nóg sem Monkey. Já. Sjáum hvort þetta myndi skila sér. Útlagar eru algjörlega búin að taka yfir þetta map. Við sjáum að Gust er að reyna að búpa þeirrum af brúnni hérna, þetta er svolítið hættulegur staður. Og sjáum hvað gerist. Það er Shatter og Væsor available fyrir útlaga og Beat líka. Þetta er sterkt. Logi er að nálgast Axis. Vá, hvað mun gerast þá? Dekkjalogi, hann byrjar að flanka. Hann er komið dekkið. En Grjónmester með risasjátt! Hann nær 3 út, en Logi svarar og drifur Gust. Hvað er að gerast á punktinum? Þeir eru 2 hérna, Logi og Siltus er á punktinum að reyna að kappa. Logi fellur og Siltus er farin út. Þetta er last fight territory. Það er að döða að drefast. Berserkir eru komið með valskeiðir og pappin er komin aftur á ræðin. Þeir ætla að reyna að fara vinstra meginn, sýnist mér. Þeir verða að ná snertingu á punktinn. Við sýnist Siltus að þeir gera það. En það útlagar eru með Væsor og Beat. Og Gust býta núna og Sjark tekur út nanovæsorinn. En pappin heldur bara skildinum og hann er ekki að skjóta ykkur skjöld. Það er árétt. Það er lítið að gerast núna. Þeir eru allt í játnum hérna. Út kemur nanobústi á Grjónmester. Siltus er að nálgast Blade. Siltus er tekinn rétt frá hann Dragonbladeinu. Út kemur grafið hjá kallinum. Þeir eru að lóka sig. Út kemur hænúr til að klára þetta. Dekkjalogi er og ég tekinn út af. Það er 1-1. Það ert ekki að grínast. Þetta byrjaði ekki alveg nægilega vel hjá útlögunum en þeir sýndu karakter, snéru þessu við eftir að þeir náðu punktinum. Þá settu þeir allt í lás. Það var ekki séns fyrir Berserkir að taka þetta tilbaka. Frábært ult usage. Það er 1-1. Lokamapp á Lijiang. Hvað mun gerast hér?
Ég er hægt að valda ákveðnum usla sko á þessum punkti. Við sjáum að bæði lið að setja upp symmetruna og það er alltaf væntanlega að reyna að típja á punktinn og þá er þetta everyone's game. Þetta verður flugeldasýning, Ólafur, ég get sagt þér það. Þetta er bara mirrorinn, nema að útlagarnir eru á Sari og Kree og líka með Lucio reyndar, stað Mercy. Já, það er augljóst núna, mér sýnist útlagar verða aðeins fyrr á punktinn eða hvað þeir alltaf náðu að reyna að ná típjunum. Herru, þeir fóru skemmtilega leið og fóru bara vinstra megin. Dekkjalogi fellur eins og það er ekki mjög gott. Grjónmester er sofandi. Ómastur er neitað. Hann fellur, Túsía reynir restinn. Hoppi nær tveimur og Siltus. Og mér sýnist Berserkir vera að ná þessu niður núna. Þeir eru fyrir eftir. Frábær stífur Stormi á Shark. Shark fellur, Stormi í örbylgjuna, nær þremur. Siltus er komin í örbylgjótnin. Hann ætlar að fá sér örbylgjuna í kvöld sko, hvort verður á núðlur eða frosin pizza, ég veit það ekki. 1944 segi ég, þjóðarstolti. Einmitt, það er líka galist að frosna pizza í örbylgjuna. Tökum tilbaka. Eða núðlur, ég vil allavega ekki gera það, en það gera það sumir, ég hef heyrt það. Sjáum hvað gerist hérna, nú eru útlagarnir að labba hérna, að reyna að taka pointir aftur. Við sáum að seinasta mapp byrjaði svona, að berserkirnir köppuðu fyrst. Komum út á symmetrunni, næra hann að setja yfir halva punktinn. Valda ákveðnum usla þar. Þeir eru að taka þetta mikið damage út þar. Áður en hætti byrjar, Dekkjalogi er þessar running low. Ef þú tekur eftir því líka þá er TP-in hjá berserkjum ennþá uppi, þannig að þeir geta komið fljótt tilbaka þegar þeir deyja hérna. Út kemur smekkurinn. Siltus nær pikki. Stór tjaftur hjá bóttanum. Siltus er með örbylgjóttina, hann heldur bara áfram að drepa. Pappinn, hann kjartur út á mappinu með gemling með sér. Þetta er svakalega flott hjá hennum. Þetta er rosalegt. Taking one for the team. Já. Og ennþá er TP-in uppi, þannig að pappinn verður mættur eftir smá stund. Pappi er að koma heim, engar áhyggjur. Algjörlega. Stormur er með nanoboost, annars er nálægt diva-ultinu. Dekkjalogi er ekki alveg að sækja þetta ult nóg hratt, en við sáum eins og að gemlingur er með hænún, Vortinit við nanoboost og Shark er að fá nanovisor. Náður að nanovisora, eða hvað? Stormur er með nanoboost, hvað gerist núna? Pappinn er tekinn út, Vortinit er tekinn, þetta er hræðilegu skellu fyrir útlaga. Þeir þurfa að reyna að fara tilbaka, þeir þurfa þetta nanoboost til að taka punktinn, það er alveg greinilegt. Það er alltaf 4 ult hjá berserkjum, 4 stór ult myndi ég segja. Logi, Dekkjalogi er að sækja dekkið, en hins vegar eru útlaga með 4 ult og þeir eru að nálgast öll 6 ultin. Ef að Karlinn nær góðu charge og einhverju damage þá nær kannski að grafa þessum fæti, það er mjög mikilvægt að ná því, en þau verða þess að snemma punktinn. Þeir nanoboosta Ryan og spýtinn. Það eru miljón ult í gangi, ég veit ekki alveg hvað er að gerast. Þeir nanoboosta Ryan. Dekkjalogi er að skjóta út að nær Shark. Hvað er að gerast þetta? Það eru pikk í báðar áttir. Pappinn heldur, Túsía nær reynsinu á Siltus. Pappinn, hann heldur lífi, risa ult hjá Karlinum. En Siltus nær að svara með symmetruvegg. Er þetta klárast núna með sínist á og Berserkir eru að klára leikinn. Berserkir sigra. Vá, þvílíkt og annað eins maður. Það fór alltaf á kútana, ég fór bara í error mode, bara 4-0-4, bara ding dong, Ólafur Haukur, nei, ég er ekki til. Nei, sammála, þetta sló mig algjörlega út af laginu. Þetta var bara, ég flóa veikur, það væri á golfinu núna. Risa grafinn á Karlinum, nanobústar í þokkabót. Þvílíkur leikur, Ingólfur, ég er í sjokki sko. Vá, þetta var rosalega skemmtilegt. Ég ætla bara að vona að við fáum eitthvað viðtöl, mér langar að ræða við leikmennina. Ég held að við ættum að byrja á sigurliðinu. Ég held að Gutti og Gillagur ætla að koma til okkar. Aftur á móti, risastór sigur hjá Berserkjum, 3-0, þeir komið dýrvitt eftir tapið á móti Akademíunni XI. Algjörlega. Og það er bara spurning sko, hvað þau hafa að segja þennan leik. Einmitt sælir drengir, Gillagur og Gutti. Til hamingju með þennan frábæra sigur. Já, takk fyrir, takk fyrir. Þetta var frábær frammistaða. Já, þetta var geggjað. Þetta var æðislegt. Við erum mjög ánað eftir að hafa tapað síðasta leik að vinna þennan svona vel. Jafnir dút. Núna er maður komin svona, fyrst maður svona niðurdregi.
Og svo núna unnu við þá ertu búin að jafna svona tilfinningarlega hliðina á okkur, sko. Já, Það var jafnvel fara aðeins meira í gleðina, sko, að Já. taka þetta inn á lokum, sko. Þetta var náttúrulega 3-0, þetta var 3-0 sigur. Mhm. Mér langar að spyrja ykkur, Logi, Dekkja Logi eins og við kallum hann. Voruð þið ánægðir með hann í dag? Mjög ánægður. Já, ég verð bara að segja, þú veist, við erum búin að vera rosa ánægð með Loga á jump upp á síðkastið vegna þess að hann er búin að vera að standa sig alveg rosalega vel að jump bara á æfingum og bara í kompum bara almennt, sko. Við skulum bara segja að við erum mjög sjaldan óánægðir með hann. Já, Það gleður mig að heyra. Við langar líka að spyrja ykkur, hver eru svona ykkar markmið fyrir þetta tímabil? Við hverju eru það að búast hérna? Vera hærra heldur en 4. sæti. Já, hærra en 4. sæti eins og vanlega. Bara að bæta sig. Er það season 1 og season 2? Finish, sjá þetta. Season Season 2 2 og helgamótið. Og helgamótið. Við erum 4. sætis lið bara öll season. Nú ætlum við að fara að minnstakosti upp í 3. sæti. Að minnstakosti. Æ, geðvitt. Við langar að spyrja líka MVP, bæði ykkar lið og síðan viljum fá MVP í útlöfum. Þið þurft að velja einn, megi verða 2 jafnvel. Hjá okkur, ég myndi ábyggla bara að segja í kvöld hafi það bara verið Logi hjá okkur. Bara Logi algjörlega. og líka sko, þú veist, healerarnir okkar að standa sér sjúklega vel, akkurat. að halda öllum healthy sko. En í hinu liðinu verð ég að segja, hvað var aftur á Ryan? Var það Gemlingur? Nei, Nei. það var ekki Það var Grómasteri. Það var Grjóni, já, Grjónmester sko. já, hann er Sturlaður. vígalegur Ryan, hann er bara, þú veist, Stórhættulegur. leið og hann færi þetta nano, þá er maður bara svona, ok, ég get kallað þetta gott í kvöld, sko. Og Google Fuxundar og svona. Já, Líka Gútst á Lucio, já, hún sá. hættuleg sko. Mjög hættuleg. Algjörlega. En það sem ég var bara að sjá voru þetta bara 12 allir hella góði leikmenn og bara Já, og svakalegt. Stóðu allir bara rosa vel. Ég var ógeðslega smeykur með Kings Row, sko. Ég var einmitt að fara að spyrja, var komið svona stress í mennarna á Kings Row? Þetta leit ekki vel út á tímum, sko. En þeir náðu að snúa sig við, sko. Ef einhver er MVP á Kings Row, þá var það pappinn fyrir þetta shatterblokk þarna í endan sko. Já, hann reddaði mappinu. Bara mappið var unnið á bakinu á þessu blokkaða shatteri sko. Já, leið hann skipti yfir á Rænin þá einhvern veginn fór dans að gangi svo smurð vel, sko, og Já. við erum bara stórhættilegir, sko. En voruð þið stressaðir í... Sorry. Já, sorry, ég skal leiða að tala. Voruð þið stressaðir að það kom í overtime, eða? Þarna á second point á Kings Row. Já, Ég leikur að vera að sjá því. Já, ég, sko, leið og við rétt náðum point B, þá byrja ég að stressast ógeðslega mikið vegna þess að þú veist bara, shit, 1,5 mínúti eftir að tímanum og við höfum eftir að fara, þú veist, fjórðung af leiðinni. Og ég bara alveg að missa mig, sko, sérstaklega þegar þetta var komið í overtime og ég bara svona, nei, þú veist, ég bara svona, ég verð að hendi í þetta út, gera eitthvað, reyna að koma ykkur í gang. En síðan hafðist þetta bara, rosa sattur. Ég var orðinn stressaður og ég var bara að horfa, sko. Einmitt, þeir eru strákar innilega hlámingi með hann frábæra sigur. Já, takk fyrir það. Við erum bara að þakka útlöfum kærlega fyrir leikinn. Já, bara stúderaði aðeins og við vorum eiginlega ekki alveg að þora að taka Rush Mirrori við þið, sko. Nei, það hefði alveg, þau hefðu tekið yfirhöndina þar held ég, sko. Já. Takk hérlega, strákar. Takk fyrir bóttileikur. Þið eru podcastkasters. Hei, takk hérlega fyrir það. Ok, takk. Takk, bless. Og síðan er það Gróni og Spyroin, velkomnir. Flottur leikur þrátt fyrir tap, eða hvað segið þið? Jú, já, sko, það var samanlega því. Þið börðust hetjulega og þetta var, þótt að skorlanin var 3-0, sko, þá segir það ekki hvernig leikurinn var. Þetta var miklu jafnara en það, sko. Mætti nefna Kings Row. Já, það var mjög close þarna, Kings Row. Já, það var kom það ykkur óvart að þeir voru ekki að þóra í Rush Mirrorið á móti ykkur?
Ég held að útlans ég það alveg þekkti fyrir russi sitt sko, þannig að ég er alveg ekki hissa á því, en þannig að þið voru að spila alveg frekar leiðilegt komp þær í vikina sko, Ball Winstoninn sko, alveg frekar nasty. Já, það getur verið mjög örðitt að tækla það sko líka. Ifs var svakalegur á boltanum þarna í þessum mappi sko. Það var það. Já. En þetta var samt ógeðslega tæft og mjög spennandi, þannig að mér fannst bara geggjað að horfa á þetta sko. Það var bara, já, ótrúlegt. Það hefði allt getað gerst einhvern veginn í Kings Row. Heldur Pétur. Hvernig var tilfinningin í Kings Row þegar voru þarna í overtime-inu? Var mikið stress? Það var komið smá æsingur í mann sko og ég verður að viðurkenna það, ég hafði kannski aðeins klúðraði hérna í overtime-inu en þú veist, það gerist á bestu bæjum, þannig að ég var þetta alveg bara brilljant, þetta var rosalegu leikur. Þetta var rosalegt, þetta hefur verið gaman. Mér langar að beða ykkur að koma kannski með einn MVP úr ykkar liði og einn MVP úr berserkjaliðinu, segi ég hérna. Megi jafnvel velja 2 eða viljið. Ég myndi segja Ball sko. Ballspilinu þeirra var rosalegur. Bólli var rosalegur. Ifs var svakalegur sko. Já. Í okkar liði. Mér fannst Ásgeir Sjark spila rosalega vel á Soldier-manna í endan. Já. Á Ilios. Annars myndi þeirra segja það var þannig Steingrimur. Já, Steingrimur. Það var það Wordinate. Wondrit, já. Það var að spila sjokkvæla mjög vel og var að spila mjög vel fyrir okkur og hérna liðinu saman, myndi ég segja. Ég held alveg öllu saman. Það er geggjað að heyra. Það er gott að vera með þannig leikmenn. Hérna svona lokum, við kannum spyrja 2 töp, óheppin, mjög tæft á móti Bölvun Akademíu. Langar að spyrja svona hver ykkar markmið fyrir þetta season? Hvað þið að pæla? Það bara þannig að flestir í útlegum núna að skipta ról eða, veist, og við erum að fá fullt af nýjum leikumennum inn. Þannig að við erum ekki búin að byggja upp þetta synergy sem við höfðum til dæmis síðasta season. Þegar ég var til dæmis off-tank og Steingrimur, Wordinate var á main-tank og við erum ennþá með sama DPS line-up. En svo support line-up er bara alveg öðru í sig og það er við þurfum að venjast því og við þurfum bara að æfa okkur meira og mest af mistökunum sem við fá voru bara litli hlutir sem skiptu rosalega miklu máli þegar kom að öllum fótunum, þannig að það voru allavega 5 fights allir með Kings Row sem við áttum að vinna en það voru einstaklega sem gerðu smá mistök og þannig að sem skiptu rosalega miklu máli þegar kemur að Overwatch. Algjörlega, góða punktur, bara mjög góða punktur. Og það er bara einmitt fara yfir og byggja þetta synergy. Ég segi samt að þið eru algjörlega á réttri leið og þetta fer að koma. Ég má segja það. Já. En annars Ég mætti bara dýrvitlaus í næsta leik og sækja hennan sigur. Heldur betur. Ég segi bara vel spilað, strákar, og takk fyrir að koma í viðtal. Takk að kærlega fyrir, takk fyrir að hafa. Takk kærlega fyrir. Takk. Herri, þetta var magnað kvöld af Overwatch. Ég heiti Ílo, takk fyrir mig. Ég heiti Draglóbi og ég þakka fyrir mig og takk fyrir að hlusta á okkur, blaðra og öskra og við sjáumst bara vonandi mjög snemma. Við ætlum að fá kannski eitt highlight til að slaufa kvöldið, þannig að við sjáumst.